Og áfram höldum við með föstudagsþáttinn á N4 og ætlum aðeins að fræðast sólskóga. Og til mín komin Katrín Ásgrímsdóttir, eigandi og framkvæmdastjóri Sólskóga, velkomin. Takk fyrir það. Sko sólskógar, fyrir maður að útskýra, sólskógar eru í Kjarnaskógi. Já. En það smá svona saga, því að einu sinni var þetta allt bara á vegum Skógræktarfélags Eyfirðinga, ekki satt? Já, Skógræktarfélag Eyfirðinga sem var 90 ára núna fyrir stuttu. Akkurat. Rosalega gamalgróið félag og þeir náttúrulega voru upphafsmenn að öllu þannig í skóginum. Já. Sko. Og stofnuðu þessa gróðrastöð og ráku í fjölda ára. Sko. En í dag er þetta þannig að þeir sjá skóginn allan og allt í kringum hann og hafa verið að byggja þar upp náttúrulega frábæra aðstöðu. En við ræktum plöntur og erum með gróðurhús. Já, og það er svona sér fyrirtæki sem heitir Sólskógar. Já. Og þar eru þið með ansi, er ekki nokkur gróðurhús alveg? Við erum með alveg miklu meira en fólk getur ímyndað sér, sko. Og stöðugt að bæta í, ekki? Já, við höfum verið að stækka mikið að því að það er von til þess að það er að fara að framleiða meiri skó á Íslandi. Já. Og við erum að framleiða mjög mikið af skógaplöntum. Akkurat. Og erum verið að stækka okkur í því. En svo náttúrulega erum við náttúrulega fyrst og fremst að framleiða líka plöntur fyrir Akureyringa og Norrlendinga og alla sem koma og vilja versla, sko. Í garðana. Í garðana og sumarbústaðalöndin og í kerinn og svalirnar og allt það. Maður finnur alveg fyrringin, sko. Nú vil maður fara að gera fínt, en maður kannski, ég ræk mig á það að maður aðeins og snemma. Það er bara ekki til dæmis komið ennþá í gang, eða bara, þið ekki svona búin að opna ennþá? Ekki svona almennilega, sko, en þetta er rosalega fiðringur í fólki og fólk er alveg klæjar í vingunir að fara að byrja, því að það er búið að vera út í garði, það er náttúrulega búið að vera sólríkur apríl og gott veður á mörgu leyti. Og fólk er sko búið að vera í garðinu, maður finnur það alveg, sko. Fáið þið mikið að símtölum? Ég fá mikið að símtölum og eru þið ekki byrjuð. Já. En svona heldur ekki byrja að snemma? Nei, við höfum eiginlega haft á reglu að vera ekki að byrja þegar er von á frosti. Nei. Að hafa pínu vit fyrir fólki, því að fólk langar að byrja að setja út grænmeti sitt og svona, en svo er það bara svo leiðilegt ef þetta frýs og skemmir, sko, því að þetta... Þannig að við svona ráðleggjum fólki bara aðeins að róa sig og svo bara, svo vonandi er allt að fara á fullt í næstu viku því að það á hlýna eftir helgina. Og þá ætlum þið að opna? Við ætlum sko að opna og við erum búin að vera hamast að undirbúa allt og gera allt klárt og allt fínt og það er svo, og að því að apríl var svo sólríkur, þá eru sumarblómin alveg einstaklega fallin. Bara byrja að blómstra? Allt í blóma og það er gaman koma því. Já. Og svo náttúrulega er þetta svona ástíðabund, eða svona, þetta er svolítið ástíðaskipt vinna, því náttúrulega þurfið alltaf að vera sinna þessu svona einhvern veginn í hringrás, planta aftur og brikla og hvað þetta heitir. Já, þetta er náttúrulega alveg sérlega ástíðabundin vinna og ástíðabundna tekjur, sko. Já. Því að þetta er salan fyrst og fremst í júní og svo er þetta búið, en við erum náttúrulega alltaf að og það þarf að undirbúa og það þarf að ganga frá og það þarf að framleiða og allt þetta, sko. Þannig að það er bara allir hinir mánuður ársins undirlagið fyrir þessa sölu eða hvað? Í rauninni, sko, því að við þurfum náttúrulega að það koma erfiðir vetur hérna og við þurfum náttúrulega að verja okkur og verja plönturnar og ganga frá þeim fyrir vetur og svo náttúrulega erum við að vinna með þetta í gróðurhúsunum og svona yfir veturinn og svo þegar sól fer að hækka þá byrjum við að sá sumarblómum og undirbúa og hugsa til vorsins og það er rosa gaman að geta það í febrúar mars þegar allt er runni kalt að vera að hugsa orðið. Þannig að það er náttúrulega forréttindi, sko. Magna. En þessar skógaplöntur, þær kannski eru hjá ykkur í uppeldi í einhver ár eða hvað? Nei. Það er ekki svoleiðis, sko. Nei. Við til dæmis því sem við sáðum núna í apríl, það er að fara út í ágúst og næsta vor. Þannig að við oftast erum við með þetta í ár hjá okkur og við veturum það. En hluti fer út á haustin. Og þetta við erum að framleiða 2,5 milljón skógaplöntur og við sendum þetta út allt land. Og erum við að auka þetta, segir? Já, við vorum að byggja núna 3000 fermetra í viðbót. Þannig að við erum að gíra okkur mjög upp í þessu og eina stöðin á landinu sem virkilega að gíra sig upp í að framleiða skógaplöntur. Þannig að við vonum virkilega að það muni lifa þrátt fyrir efnahagsþrengingar. Er byrjað það búið að tala svo mikið að planta meiri skó? Er það byrjað alveg, finnið þið fyrir því að það er eitthvað mikið í gangi? Já. Maður fann það í fyrra, þetta var svona verið að gíra þetta upp, sko. En maður veit alveg að þetta verður ekkit
endilega alveg eins og menn tala sko, en það verður bara að koma í ljós og við bara gerum það sem að Og hvaða trjáplöntur er algengastar hjá okkur? Er þið með mikið úrval? Nei, við erum eiginlega, það nú svo skrítið að meðan við erum að auka svona magni þá erum við eiginlega að þrengja úrvali sko. Já, við erum aðalega að framleiða massan sko. Mikið, það stafafura og greni, birkiosp, það nú eiginlega bara svoleiðis og lerki. 5 tegundir. En það ekki kannski, það tegundir sem þrífast best hérna eða hvað? Jú, það það sem að menn alltaf virkilega plantu skóg, þá þurfum menn að hugsa bara þannig að framleiða mikið og fá tegundir. Það svona allt öðru vísi að vera í mörgum tegundum og vonandi bara aðri sem virkilega grípa það sko, því að það áhugi fyrir því að planta alls konar sko. En fyrir núna mánudaginn þegar þið opnið fyrir sólblóma eða bara garðplöntu söluna, eitthvað sem að garðeigendur geta undirbúið svona áður þið koma til ykkar, eitthvað ráð? Já, ég menna ég náttúrulega horfa á kerin sín og sjá hvernig lit langar mig í og vil ég láta það hátt og svo náttúrulega með garðinn sinn sko. Það náttúrulega margir garðar fóru mjög illa í vetur. Það brotnuði illa tré og svona og fólk þarf svona eins að loka augunum og sjá fyrir sig hvað vil ég sjá í staðinn og þeir sem að flytja inn í hús og svona, þeir þurfa svona undirbúa bara. Það nú oft í rauninni mest að vinnan að undirbúa það sem á að planta, það minnst að vinnan að planta og menn þurfa að passa bara að vera með góða mold og áburð kannski skít, eitthvað svoleiðis. Já, svoleiðis hluti. Fólk að koma svolítið bara að spurja ykkur líka, hvað á ég að hafa hérna í beðinu sunnan við, þú veist? Já, það það og það náttúrulega það sem við höfum fram yfir kannski aðra sölur, við erum með þekking og við erum með fólk sem að veit og kann, þó að sé líka ungt fólk hjá okkur sem að duglegt og gerir líka eitthvað skemmtilegt. Þið getur gefið þessi ráðlagt fólki svolítið. Já, líka sko, en við náttúrulega erum ekkert að fara í garða eða neitt svoleiðis sko, við erum bara að hjálpa þeim að velja runnan við pallinn og svona. Eru stjúpurnar alltaf vinsælastar? Þær hafa verið að gefa undan, stjúpurnar, þær hafa verið að gefa undan, en þær eru náttúrulega alltaf vinsælar sko, þannig að við framleiðum mest af þeim að þessum litlu blómum sko. En fólk að verða óhræddara við að taka eitthvað annað. Og svo þegar kerin að koma meira og meira, þá erum við kannski frekar að taka stærri og færri blóm, sko. Eins og hvaða blóm? Já, það eru náttúrulega margarítur og sólbóðar og svo eru náttúrulega hortensíðurnar að koma mikið inn, sko, þessi stóru blóm, sko. Og daljur eru rosa vinsælar og það alltaf að aukast litaúrvalið og það komið svo margt skemmtilegt Og svo þarf alltaf að velja svolítið svona fyrir íslenskar aðstæður. Við kannski getum ekki verið með allt það sama á Miðjarðarhafslöndin. Þú tekur ekki það sama í skjólgóða hornið þitt og í kirkjugarðin til dæmis. Sko. Nei. Þannig að fólk þarf að passa sig það sem blæsum. Að það tekur það náttúrulega fjólur og stjúpur og morgunfrúr og svona það sem bara gamal reynt og menn vita að gengur vel. En svo geta menn tekið meiri sénsa á pallinum og svona. Í skjóli. Sko. Takk kærlega fyrir að koma og segja okkur frá þessu. Ég veit að það eru margir sem að bíða spenntir og ætla að flykkjast til ykkar á mánudaginn í sólskoða. Takk kærlega fyrir að koma. Takk sem er leiðis fyrir að taka mig. Takk.